þessa útsendingu. En svo líka bara vera frekar bara þess heldur en ekki, skilur við. Já, algjörlega. Góð kvöldið, velkomin í fyrsta heimileik á árinu úr fjósinu. Hérna erum við að fara að horfa á leik Skallagríms og Hamars í fyrstu deild karla. Það er Tækniborg EHF og B59 Hótel sem styrkja þessa útsendingu og við viljum bara byrja á að þakka þeim fyrir þann stuðning. Kannski byrjum á að kynna liðin. Byrjum á heimaliðinu. Númer 0 er Alexander Jón Finnsson. Númer 4 Mustafa. Númer 5 Andri Steinn Björnsson. Númer 7 Kristoffer Gíslason. Númer 8 fyrirliði liðsins Davíð Guðmundsson. Númer 9 nýr leikmaður úr KFÍ Nebosja. Númer 10 nýr leikmaður úr KR Benedikt. Númer 11 nýr leikmaður úr KR líka Ólafur Þorri. Númer 14 Hjalti Ásberg Þorleifsson. Númer 23 Almar Örn Björnsson. Númer 47 Gunnar Örn Ómarsson og númer 77 Marino Þór Pálmarsson. Þjálfari liðsins er Atli og með honum er Hafþór Ingi. Svo kynnum við til liðs Hamars. Númer 4 Eyþór Lár Barðarsson. Númer 5 Ragnar Magni Sigurjónsson. Númer 6 Óli Gunnar Gestsson. Númer 7 Steinar Snær Guðmundsson. Númer 8 fyrirliði liðsins Pálmi Geir Jónsson. Númer 9 Jose Medina. Númer 10 Ragnar Jósef. Númer 11 Rut. Númer 12 Sigurður Dagur Hjaltason. Númer 13 Haukur Davíðsson. Númer 14 Arnar Dagur Daðarsson og númer 15 Daniel Sigmarsson. Gaman að segja frá því að það er Borgnesingur í gestaliði liðsins í kvöld, Ragnar Magni, númer 5. Herðu, já, hann var með FSU en ég held að séu bara nýlega sænaður með Hamar, hvort það gerst bara í gær eða fyrr á dag. Það eru gaman að sjá hann aftur hérna á heimaslóðum. Já, gaman að fylgjast með ungum, góðum leikmönnum. Byrjunlið Skallagríms sem komið á gólfið, það er Ólafur Orri, Hjalti, Mustafa, Marino og Nebosja. Kristján Örn er ekki með í kvöld. Það er vissulega blóðtaka fyrir Skallagrím að missa hann út. Hann hefur verið leikmaður og átti virkilega gott tímabil í fyrra. Þannig að við vonum að hann komi inn sem fyrst. Svo vantar einnig hann Bergþór. Hann er búinn að glíma við meiðsli í einhvern tíma en hann kemur vonandi inn fljótlega líka. Við ætlum kannski að kynna dómara leiksins. Það er Jakob Árni og Birgir Örn sem eru hér með okkur í kvöld. Það þarf að græja sig svona, það er alltaf að fara eftir reglum, girða sig og gera allt klárt áður en leikurinn hefst.
koma í gang. Leikmenn ennþá að finna sig og sjá hvað geta gert inn í kvöld. Það er náttúrulega búið að vera skrítið tímabil og erfitt að halda sig gangandi í svona langa tíma. Engin leikir og ekki mikið æfingum, en þetta byrjar ágætlega. Skallagrímur byrjar inn með 3 leikir sem allir voru þannig að það lítur að stemming þessu. Það lítur hann eitthvað upp. Ég geti trú að leikurinn verður stál í stál og mikið baráttu. Hann kemur út af og bakið hennar. Kemur á lífinu hennar. Hennar ekkert gerir eftir fyrsta leik. Pálmi með flotta hreyfingu hérna, tekur gott knattra hérna eftir körfunni. Vel spilað hjá Skallagrími, Marino og beina að setja þetta ekki onni. Það er flott spil. Byrja leikinn mjög flott, spila allir mjög vel saman. En hann er allt í öllu á Hamar, hann Jose. Þarna kemur Ragnar Magni inn á fyrir lið Hamarsmanna, út af fyrir Steinar og Marino fyrir út af hjá Skallagrím og inn á kemur hann Benedikt. Hann er káringur uppalinn, kemur hérna til aðstoða Borgnesinga. Já, flott að sjá svona unga leikmenn færa sig til og reyna að fá tækifæri annar staðar þegar þeir fá ekki að spila í sínu liðum. Já, það er bara nauðsynlegt. Fá reynsluna og nýta það síðan til framtíðar. Hér fær Staff óíþróttamannslega villu dæmd á sig fyrir að stíga út í víti. Ég sá þetta nú ekki alveg nógu vel, en Hamarsmenn fá 2 víti og boltann. Það var kannski óþarfi, en á sama tíma sá ég þetta ekki nógu vel til að geta sagt hvað þetta var. Pálmi setur fyrsta reytið. Seinna víti líka ofan í og Hamarsmenn eiga boltann. Staðan er 8-11 fyrir Hamar. Já, þetta gera þær vel fyrir hérna bakra megin. Spila boltann út. Og klára þetta með sniðskoti. Það gerði Hamar mjög vel, náði hérna 2 vítum, skoruðu svo leiðabegi, fengu 4 stig, 1 sókn. Mustafa svarar strax. Bolti gekk vel á milli Skallagrímsmanna og endaði með bara hálfopnu stökkskoti. Fljótir að refsa hérna, þeir eru seinir tilbaka, skora bara strax í annan Já, það komið svolítið hraði í leikinn. Heyrum að Atli vill hlaupa hraðanum upp, bara hlaupa.
Þetta var ekki fallegt. En það mikill hiti hérna strax snemma í leik og hraður leikur. Já, maður sér að bæði liði ætla sér að labba hérna í burt með sigur. Þannig að það er villa og Staff fær 2 vítaskot. Þá kemur Ólafur og Hjalti út af. Innkast. Skallagrímsmenn stilla hérna upp, 14 sekúndur á klukku. Nebo fær opið skot og það er ofan í. Staðan orðin 14-13 fyrir Skallagrím. Pressa hérna hátt upp á velli. Stíf vörn. Klaufaleg villa. Og það er komið bónus. Þetta eru 2 skot. Bæði vittin fyrir honi. Og hann er kominn með 9 stig. Hann og Hann er- Pálmi búin að vera allt í öllu fyrir Hamarsmenn. Hann halda stigaskorinn alveg uppi. Og vel spilað hana, fær opið skot í horninu. Situr á honi, Davíð. Og reyfing hjá Ragnari en þetta vildi ekki Jonni. Og Skallagrímsmenn halda áfram að hleypa boltanum upp. Bensi heppinn að fá ekki skreitand á sig. Skallagrímsmenn missa boltan hérna og Hamarsmenn sneggir í svo. Opinn hana. Skallagrímsmenn eru Önnur mjög froðsla. fljótir. Fljótir að refsa. Þá tekur Hamar leikhlé. Staðan 19-15 fyrir Skallagrím. Bæði lið eru að spila bara hörku vörn og mikil barátta hérna í byrjun. Það er gaman að sjá hérna svona sterkan leik. Já, þetta er skemmtilegur leikur og hraðinn alveg, þetta er mjög hraður leikur, já. Við ætlum að minna á Tækniborg og B59 Hótel er að styrkja þessa útsendingu.
Með honum, uppskera boltan. Mikið á móti öðrum liðum. Matei hérna mjög ákafur í leikliðinu. Já, hann sjálfsagt ekki ánægður með sóknarfrákvæmstin eða varnarleikinn sem Hamasmenn að spila og Skallagrímsmenn að fá endalaust auka tækifæri sóknarlega. Já, þeir eru lengi að koma sér tilbaka, Hamasmenn, og Skallagrímur hefur verið að nýta sér það og fá nokkur hraðarhlaup hérna í röð. Við minnum enn og aftur á að Tækniborg og B59 að styrkja útsendinguna. Það er opið á B59 hótel alla fimmtudaga til laugardaga. Þeim að gera að fara á bistró eða fá sér að borða. Já, hótelið er með frábæran bistró veitingastað og með spa sem hægt að nýta sér í COVID. Skallagrímsmenn eru hérna með 15 fráköst í fyrsta leikluta. Á meðan Hamasmenn eru einungis með 10 fráköst. Já, við heyrðum að Mati var ekki ánægður með sína menn hérna rétt áðan en sjáum hvernig þeir koma út úr leikliðinu. Hamasmenn byrja hérna annan leikluta. Missa boltan hérna. Frábær vörn hjá Skallagrímsmönnum. Já, þetta er 5. tapaði boltinn hjá Hamasmönnum.
Frábær sendingin inn hjá Almari, óheppinn að klára þetta ekki, hann Kristófer. Kemur út á fullri ferð, klára þetta. Almar reyndi að fiska runninginn. Það aðeins annað að sjá vörninni á Hamar núna. Þeir virðast hafa tekið sér saman í andlitinu í þessu leikliði. Já, þeir eru búin að duglegir hérna allavega fyrstu mínútuna og komist ekki tilbaka. Flott vörn hann Góð sending, frábær sending hjá Hósi og Steinar klárar þetta vel. Klárar þetta mjög vel, spiluðu hann af mjög góða sókn. Staðan orðin 26-23. Ég held þetta verði bara svona í kvöld. Já. Leitaður inn á Pálma á póstinn. Hann tekur sterkt knattra hérna og skorar. Já, hann er búinn að vera öflugur í kvöld, hann Pálmi. Kom með 8 stig. Minnka munin niður í 1 stig. Óheppinn hann að Almar að grípa ekki boltann. Bensi kominn út af og Kristófer fyrir út af. Bensi kom inn á með frábæra vörn og sýndi bara mjög góðan karakter inn að þessar mínútur sem hann fekk. Kemur Mustafa inn á og Marino kom inn á með honum. Það var gaman að sjá þessa baráttu hjá þessum ungu leikmönnum. Vörnin minnkar ekkert þótt að Skallagrímur er skipt inn á. Enn og aftur tapar Hamar boltanum. Skref. Leikmenn líklega ennþá að venjast nýja boltanum sem var fenginn í vetur. Mjög sleipur bolti. Hamarsmenn halda áfram að finna Pálma inn í teig. Já, þeir eru að leita svolítið inn á hann. Hann er búinn að... Þeir eru með góða 2 leikmenn hérna inni, bæði Pálma og Rut. Þeir ætla greinilega að fara inn í teig svolítið mikið í kvöld og voru að reyna að ná sér í einhverjar góðar körfur. Klárar þetta vel. Frábær hreyfing hjá honum, mjög sterk hreyfing. Kemur Marino upp með boltan fyrir Skallagrím. Bæði lið farin að pressa hátt. Já, tók hann að séns. Salti fær þá galoppi layup. Vel spilað. Boltinn er að ganga miklu betur hjá Hamarsmönnum núna í sókninni. Þetta klárar Hósei vel með vinstri. Salti tekur leikli. Hamarsmenn tóku gott rönn hérna núna. Staðan orðin 28-29 fyrir Hamarsmönnum. Já, var allt annað að sjá að koma út úr fyrsta leikluta eða inn í annan leikluta. Já, Matse hefur náð að tala eitthvað saman og stampið á stálinu. Já, allavega miklu meiri barátta og ekki jafn mörg sóknarfrákast hjá Skallagrími eins og gengur upp á lagið með í fyrsta leikluta. Staff og Davíð stigaðastir í liði Skallagríms með 8 stig. Svo er Nebo, Hjalti og Marino allir með 4 stig. Hósi með 11 hjá liði Hamars, Pálmi með 8. Rut 6 og Steinar 4. Þeir eru þeir leikmenn sem hafa skorað í kvöld.
Þá fyrir leikurinn aftur af stað og Skallagrímsmenn eiga innkast hérna undir körfunni. Það er pressa hátt út af velli. Marno leysir þetta vel. Ólafur komin inn á eftir hjá Skallagrímsmönnum og Nebo. Og falleg sending. Bara að fara upp og klára þetta. Þetta gerir Ragnar vel. Klárar hana, fer sterkt inn í miðjuna og klárar hana. Já, Nebo fær hana end one þrist. Jose brýtur á honum. Frábær skytta. Já, það var vel gert hjá honum. 3 stig og víti. Og jafnar leikinn. Jafnar leitin. Getur komið yfir með að setja víti honni. Hann nær ekki að setja honni. Pressar Hjalti hérna hátt út af velli. Heppinn að fá hann ekki skref eða tígrip. Það var heppinn hana. Skipta vel á þessum hindrunum. Stela boltanum. Frábær sending á Nebo. Vel séð hana Ólaf hlaupa upp völlin. Já, þeir eru að reyna að hlaupa, keyra þessu upp hraðan. Skallagrímsmenn. Já, virðist vera góður styrkleiki á liðinu að geta hlaupið saman og finna hvern annan. Skipting. Út af og inn á kemur Óli Gunnar. Ennþá leita inn á Pálma. Hann fyrir Ólaf. Já, þetta er bara góð hreyfing hjá honum. Þetta er bara fanta vel gert hjá honum. Hann er... Þannig er Steff ekki að setja honni. Ragnar fer bara í 3 stiga skotið. Hræddur við þetta. Skallagrímsmenn fljótir upp völlin. Nebo nær að klára, vel gert. Flott sending hjá Hjalta. Við heyrum ég ætla að öskra hérna, hann vill bara að þeir fari eftir hvert frákast að þeir hlaupi bara upp völlin og fá þessar auðveldu körfu. Það var góð sending hjá Staff. Frábær sending hjá honum. Óli óheppinn að klára þetta ekki. Þeir virðast vera mjög samstiltir hérna, Skallagrímsmenn, spila vel saman. Já, spila vel saman. Nokkur lay-up sem þeir hafa klúrað en ég held að það sé eðlilegt með við leikformið sem maður er í. Ég trú ekki að... Algjörlega. Þetta gerir Pálmi bara mjög vel. Hann gerir sömu hreyfingu inn á hinum megin á hann. En hann er bara óstöðandi á póstinu. Við ráðum bara ekkert við hann þarna. Hann er komið 12 stig, stigahæstur hérna inn á vellinum. Og hann er líka duglegur varnarlega. Já, hann er að spila hörku vörnina. Hann er allt í öllu í Hamars liðinu. Hann er eiginlega allt í öllu og búinn að spila mjög vel. Þannig kemur Ragnar Magni aftur inn á. Staðan fyrir Steinar í liði Hamars. Pálmi er allt í öllu í sókninni hjá þeim og spila svo vörnina á Staff í... Nebo er farin að finna sig vel, setur sinna annan þrist, kom með 12 stig. Já, hann er þrjusu skytta og má ekki skilja hann eftir. Já, hann er góður fengur fyrir Skallagrímsmenn. Hann var í Vestra og búinn að vera þar í nokkur ár. Þjálfar hérna yngri flokkar líka í Borgarnesi. Já. Flottur strákur, gefur mikið frá sér. Góð sending hjá Staff og vel hlaupið hjá Hjalta. Og hann Mati tekur aftur leikhlé fyrir Hamarsmenn.
Það gerðu Skallagrímsmenn vel, náðu hann að góðu áhlaupi á það og Það virðist sem að Hamarsmenn séu svolítið hægir tilbaka. já, þeir eru ekki alveg að ná að hlaupa tilbaka eftir sóknina sína. En með hvað leikurinn er hraður þá er bara farin að finna til með leikmönnum á morgun. Já, fyrsti leikur eftir góða pásu. Ef við skoðum stöðuna í öðrum leikum, þá er Vestri að vinna Selfoss 36-19. Sindri og Hrunamenn eiga við, þar sem Sindri er yfir 38-21. Breiðablik Álftanes spilar klukkan 8 í kvöld. Já, þetta er áhugaverð deild og það verður gaman að fylgjast með þessu í vetur og það eru alveg bókað fleiri lið en bara Skallagrímur og Hamar sem ætla sér upp. Já, það eru 9 lið í deildinni núna eftir að Snæfell dróð sig úr keppni. Já. Þannig að það breytist aðeins leikjaplani hjá þeim. Hver leikur í rauninni dýrmætari? Já. Fyrir leikurinn aftur á stað, Hamarsmenn byrja hérna, Skallagrímsmenn pressa hátt út á velli. Ennþá leitar á Pálma inn í teig. Nei, hann fær hann ekki. Nær ekki að gefa hann. Þá fyrir Rut bara inni. Þetta gerir hann vel. Klárar mjög sterkt múf. Já, hann er sterkur hann undir og er að klára vel í kringum körfuna. Nær að fiska þarna villu á sama tíma á leikmann Skallagríms. Kom með 2 villur. Staff. Víti í. Davíð gal opinn í horninu. Og barátta og Skallagrímsmenn vinna boltann. Neila náði ekki alveg að grípa hann þarna. Davíð er að fá hérna opinn skot. Hann á bara að halda áfram að skjóta sig. Já, hann er hörku skytta. Hann er búinn að setja inn á 2. Og þá setur Staff bara þrist líka. Já, þeir bökkuðu bara frá honum og hann þakkaði bara fyrir sig og setti niður 3 stig. Komið með 11 stig. En þá leita þeir inn. 3 sekúndur á Rut. Þetta gerir Staff bara vel. Hann fór hana fyrir framan hann og frontaði, náði ekki að gefa hann inn. Þá leitaði hann hinum megin og ennþá inn í teig. Já, þetta var vel gert hjá honum. Staff nær ekki að klára þetta. Hamarsmenn koma hérna svo. Davíð Hjalti til varnar. Ragnar Magni með þriggjastigaskot og setur það ofan í. Staðan orðin 43-41. 1,5 mínútu eftir af öðru leikhluta. Hann er Hjalti bara galopinn í leiðupi. Pálmi brýtur á honum, óþrjóttasleg villa. Já. Það fær Pálmi kærkomna hvíld, búinn að vera hörkuduglegur. Já, búinn að vera mjög duglegur, bæði sókn og vörn hjá Hamarsmönnum. Greinilega að gefa smá líf í leikinn. Já, hann fær örugglega auka mínútu hérna og svo hálfleikinn og til að samla kröftum fyrir seinni hálfleik. En hann er komið með 12 stig. Búinn að vera duglegur á báðum endum vallarins. Já, duglegur að pósta upp og búinn að spila hérna hörku vörn á Staff hinum inn. Hjalti setur fyrra víti ofan í.
bæði vítin onni hjá Hjalta. Skallagrímsmenn eiga innkast á hliðarlínu. Leikar hérna leiklötu fyrir Nebo sem fær beina leið af körfinu og klárar þetta fallega. Gerði mjög vel. Kemur Ragnar upp fyrir Hamarsmenn. Spila hérna vegg og veltu saman. Vel gert. Flott skot til Ragnari sem fer onni. Staðan 47-44 fyrir Skallagrím. Tapa boltanum Skallagrímsmenn og Hamar koma fljótt upp. Ósegir tryggja sig á skot sem hann setur ekki. En núna eru Hamarsmenn farin að spila sama leik og Skallagrímsmenn voru hérna í upphafi leiks. Þeir eru farin að hirða sóknarfráka sinn trekk í trekk. Hann byrjar bara aftur í þriggja og þarna fer það onni. Jafnar leikinn 20 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Og Atli tekur leikhlé. Staðan er jöfn. Staðan er jöfn. Gaman að sjá hvað Atli ætlar að teikna upp fyrir sína menn. Hérna þeir taka sjálfsagt alla klukkuna. Já, taka spurning hvort þeir leiti af Nebo eða hvort þeir reyna að finna staff inni. Já. Stigahæstur er Jose hjá Hamarsmönnum og Nebo hjá Skallagrímsmönnum. Boltinn er að ganga mjög vel hjá Skallagrím. Þeir eru með hérna 21 stoðsendingu. Já. Og meðan Hamarsmenn eru með 9. Tækniborg er að gera vel við viðskiptavinna sína í Borgarnesi. Þeir eru með tilboð af Samsung sjónvarpum í janúar en þeir eru einnig að bjóða stuðningsmönnum Skallagríms á 15% afslátt af öllum AEG. Já. Setur fyrra víti onni. Hamarsmenn á sensa að fá hérna seinustu sekundunar. Jose keyrir upp hérna nær skotinu. Það geigar. Staðan 49-47 fyrir Skallagrímsmönnum. Hálfleikur. Já. 15 mínúna hálfleikur. B59 hótel. Hótel til að njóta. Hótel er opið alla 50 til laugardaga. 20 manna takmarkanir. B59 er duglegur styrktaraðili körfuboltadeildarinnar Skallagríms og er að styrkja þessa útsendingu sem við erum með hér í kvöld. Já, bæði B59 hótel og Tækniborg eru búin að duglega að styrkja okkur en ég veit ekki hvort það heyrist áðan. Mér skilst að hljóðið er svolítið að detta út. Já, hljóðið á til að vera detta út og högta hérna í kvöld. Já, en ég má til með að segja þá aftur að Tækniborg er með 15% afslátt af öllum AEG heimilistækjum út janúar.
það er þá til dæmis þvottavél, helluborð eða eldhús eða ísskápur svo eitthvað sé nefnt. Já, að gera að taka í gegn heima hjá sér. Nú er tíminn. Nýta afsláttinn. Herru, við tökum okkur stutta pásu og komum svo með seinni hálfleikinn.
Velkomin aftur í útsendingu úr fjósinu. Það styttist í seinni hálfleik hérna. Staðan 49-47 fyrir heimamönnum. Já, þetta er búið að vera skemmtilega leikur, mjög hraður og mikið að vera. Mikil barátta líka hérna í byrjun. Bæði lið eru með eða yfir 50% nýtingu í fyrri hálfleik sem er nokkuð gott. Nebo er búinn að spila vel fyrir Skallagrímsmenn, hann er með 14 stig, 4 stoðsendingar, 3 fráköst og 2 stolna bolta. Og sama tíma er bæði Pálmi búinn að spila vel með 12 stig fyrir liði gestanna og hann Hóse er komið 14 stig og 7 stoðsendingar, 4 fráköst. Vel spila hjá þessum tveimur leikmönnum. Já, hann er með 7 af 9 stoðsendingum hjá liði gestanna. Hamarmenn eru með 9 stoðsendingar en Skallagrímsmenn eru með 21 stoðsendingu. Boltinn greinilega ganga mjög vel hjá þeim. Spila vel saman hérna. Já, Hamarsmenn eru einhvern veginn að reyna að leita meira inn í teig og boltinn stoppar svolítið þar. Já, hér er gert mikið að sóttvarnar ráðstöðum. Allir með grímu á ritaraborðinu og spritbrúsar við alla í útganga. Já, bara forsendur þess að þessir leikir geta verið í gangi. Við minnum aftur á styrktaraðila útsendingarinnar. Það er Tækniborg og B59 hótel. Svo vill til að Tækniborgarmaðurinn, hinn eini sanni, er hér líka að taka myndir fyrir körfuna. Já, hann er duglegur að styðja við og styrkja félagið. Og kannski skilaboð frá honum út í samfélagið að frá Tækniborg það er
4 fráköst. Já, nú kemur Kristófer inn á í staðinn fyrir hann. Það er spurning hvort þeir ná að nýta hann eitthvað. En þá leita inn á Pálma og Jose fyrir aftur í 3 stiga skotið og situr það. Og með 22 stig. Hann er að halda þeim inn í leiknum. Já, algjörlega. Þetta gerir Ólafur bara ágætlega vel. Nær frákastinu aftur. Já, mikil baráttu í Ólafur. Það er gaman að fylgjast með honum. Kemur með þvílíkt mikið kraft inn í liðið og Kemur sterkur inn hérna og tekur fráköst og er að berjast í vörn. Hann er að spila hérna kantmann í sókninni en dekkar síðan Pálma í vörninni og Pálmi er nú bara allt í öllu hjá þeim. já, Gerir vel hérna. hann er virkilega sterkur og klár leikmaður hann Óli, þannig að það er hægt að nýta hann í fleiri stöður en bara einhverja eina sem er mikill kostur fyrir leikmann. Já, kostur núna líka fyrir Skallagrim með Steffa bekknum, 4 villur. Fá leikmenn sem er tilbúinir að breyta hlutverk og taka að sér aðra stöður. Og mér finnst líka gaman að sjá kraftin í honum, bæði varnar og sóknarfráköst og leggur sér fram varnarlega. Algjörlega, en þarna er hann aðeins og seinn og Pálmi nær að klára þetta layup. Kristófer og aftur er Ólafur í baráttunni frákasti. Og í rauninni ástæðans til sem að Pálmi misti boltan út af. Hann náði þarna aðeins að trufla hann og Pálmi rétt misti af boltanum. Sem er Hjalti og Ragnar til varnar. Enn og aftur frábær barátta og Skallagrimsmenn eiga boltan. Vinna hérna 2 bolta í röð eftir frákast. Enn og aftur er Hjalti opinn eftir innkastið. Finnur Ólaf, nær ekki að sitja í en Enn og aftur þriðja sóknarfrákastið í röð. 14 sekúndur á klukku. Þetta gerir Skallagrimur bara frábærlega vel. Baráttan hættir ekkert. Og Mati skiptir Pálma og Steinari út af og inn á koma Ragnar og Rut. Og gefa þeim skýr skilaboð að ná þessum frákastum. Já, þeir eru ekki ná að stíga nógu vel út. Þannig er Kristófer bara galopinn og klárar þetta. Þá er Hjalti brotlegur. Aðeins og aggressífur þarna. Já, en þeir eru bara að setja mann strax á ósi og reyna að þreyta hann. Hann fær ekkert pláss til að anda og pressa hann hátt upp völlinn. Þetta er skrín fyrir hann. Hann finnur Rut inni, nær ekki að klára þetta. Frábært barátta hjá Kristófer. Lendir hann á línunni og Hamarsmenn fá boltan aftur. Þetta er skrín hérna fyrir Rut sem fær boltan. Ólafur til varnar. Finna Ragnar úti. Brjóta á honum í layupinu. Það er 2 skot. Þá er Ólafur komið með 2 villur. Fyrra viti geigar hjá honum. Seinna viti er í. Bensi og Davíð að gera sig klárir til að koma inn á. Skipta við Marino og Hjalta. Búin að standa sig vel. Fá smá hvíld. Gaman að sjá hvernig tempóið er ekki að detta niður hjá Skallagrimsmönnum þráttur í skiptingar. Nei, þeir halda sama tempó og þeir eru allir búin að eiga sem lið mjög flottan leik. Stigaskorið er vel dreift og margar stóðslingar á liðinu. Þetta gera Hamarsmenn bara vel, ná boltanum.
komast í hraðanhlaup. Þarna var braut Ólafur og það sem hann er að stoppa hraðupphlaup, þá fær hann óíþróttamannslega villu. Hamasmenn fá 2 skot og boltan á hliðarlínu. Já. Atli er ósáttur við óíþróttamannslega villuna þar sem honum fannst að vera að slæta fyrir framan hann. Ragnar setur fyrra vítið í. Og það seinna líka. Staðan 67-61 fyrir Skallagrímsmönnum. Aftur fara Hamasmenn inn í teig og þetta gerir bara Rut vel. Þetta var svakaleg tróðsla. Svakaleg tróðsla, vel gert hjá honum. Stemmingin alveg Hamasmennum. Já, ég er viss að þetta geti rifið á stemminguna aðeins upp hjá þeim. Þarna er Ragnar Magni aðeins og ákafur og uppsker óíþróttamannslega villu. Það er hiti í mönnum. Þeir ætla að ræða þetta hérna saman. Hann fer aðeins og mikið í hann. Já. Það er Ragnar Magni óíþróttamannslega villu og þá fer Benedikt á vítalínu, 2 vítaskot og aftur boltan. Þá ætlar Atli að nýta tækifæri og tala við sína menn. Benedikt setur fyrra vitið ofan í. Seinna vitið af, en Skallagrímsmenn fá boltan aftur á hliðarlínunni, fá 14 sekúndur á skotklukku. 8 leikmenn komnir á blað hjá Skallagrímsmönnum. Já, og stigaskorið vel dreift. Þarna les Ragnar vel leikinn, stelur boltanum. Hamasmenn fljótur upp, Hosei beint í 3 og skorar. End one þristur. Það er gríðarleg stemming hér í fjósinu. Engir áhorfendur, en stemmingin er til staðar. Já, leikmennir hafa bara tekið upp sjálfur hjá sér að rífa upp stemminguna og gera þetta saman og í rauninni kasta svolítið á milli liða. Stemmingin áðan Skallagrímsmegin en hún er komin yfir til Hamasmanna núna. Þetta 2 flott tilþrif hjá bæði tróðslan og svo 3 stiga skoti sem fór ofan í og víti auki. Algjörlega. Það gerur Hosei vel, komið með 26 stig. Já, og minkar muni niður í 1 stig. Þetta var 11 stig áðan en komið niður í 1 stig. Skallagrímsmenn klaufalegir þarna. Tapar boltanum strax. Það var Bensi mættur í pressu á Hosei. Spurning hvað hann er að gera hérna. Kristoffer á móti Rut. Rut jafnar leikinn 68-68. Það er áhyggjuefni að Staff hafi fengið þessa 4. villu upphafið miðjan 3. leikluta. Algjörlega, því að nú er Rut bara búin að vera allt í öllu og duglegur að fá hann inn í. Hann pressar Ragnar Magni vel á Benso. Hamasmenn eru að pressa hátt, trappa öll boltaskrín. Það gera þær vel, spila vel saman, þrátt fyrir háa pressu. Ragnar í langt þryggjastöðaskot sem geigar. Almar með frákastið. Kemur Nebói fyrir Skallagrímsmenn. Leitar í pikkið.
er skipting. Rut komin út af og kom Pálmi inn á. Pálmi kom inn á. Þeir voru bara búin að Hamarsmenn skipta. að spila bara nokkuð vel hérna. Þeir skipta Rut og Pálma á milli og þeir eru að spila bara hörku vel, þessi tveir strákar. Báðir hérna með 14 stig fyrir Hamarsmenn. Og við það bætir Óse 26 stigum. Vel spila hjá Hamarsmönnum. Pálmi mættir í frákasti og skorar. Nýkomin inn á. Skallagrímsmenn fljótir upp völlinn og Almar setur þetta onni. Frábær sending hjá Nebo upp völlinn. Þeir eru bara fljótir að refsa. Hamarsmenn eru ekki nógu fljótir tilbaka. Þeir fá bara að hraða upp hérna trekk í trekk. Hún segir þriggjastaðarskoti og það geigar. Almar með sterkt frákast. Hann og aftur. Ragnar Magni fær hérna sína þriðju villu. Hann er bara að gera vel hérna, pressa hátt úti og alls ekki feiminn að dekka stóra leikmenn eins og Nebo. Já. Við erum bara búin að spila vel fyrir Hamarsmenn. Bæði leik komin í bónus, 37 sekundur eftir af þriðja leikluta. Kristó gal opinn og setur tryggist hjá hann í. Glæsileg innkoma hjá honum með Steff á bekknum. 75-71 og þriðji leikluti ennþá í gangi. Svolítið hátt stigaskor. Já. Kemur Hósei fyrir Hamarsmenn. Leitar í tveggjastaðarskoti. Það geigar. Mikið langt frá því að fá sóknarfrákastið. Það er þriðji leikluti á enda og staðan 75-71 fyrir Skallagrímsmönnum. Við viljum minna á það að Tækniborg og B59 hótel er að styrkja þessa útsendingu og félagið. Já, og Tækniborg með afslætti í gangi, þannig að við hvetjum Borgfirðinga sem og aðra að kíkja til þeirra og athuga hvort þið geti ekki nýtt sér tilboð. Algjörlega, það er hérna tilboð bæði af sjónvörpum og heimilistækjum frá AEG. Bós er líka með 15% afslátt hjá þeim. Og svo er að gera að fara á B59 og njóta annarkvort bistró barsins hjá þeim eða panta helgargistingu. Já, rómantísk ferð upp í Borgarnes á B59. Það hljómar alls ekki illa. Það er mikilvægt að hafa svona sterka bakhjarla til að styrkja íþróttafélög. Já, algjörlega. Herri, ég fekk upplýsingar áðan hann Kristján Örn, hann er ekki með hérna í kvöld, hann er bara á bekknum í fötum. Hann fekk beinmar á hné og verður frá í 2-3 vikur. Já, þetta er ákveðin blóðtaka fyrir Skallagrím. Já, við vonum að hann verði fljótur að jafna sig og komi sem fyrst inn í liðið. Það vantar fleiri stærri undir körfuna. En já, þá er fjórði leikluti að hefjast. Búið að vera hörkuspennandi leikur og mikill hiti í mönnum, þannig að það verður áhugavert að sjá þegar að síðustu 10 mínúturnar hefjast. Já, algjörlega. Hvort bæði lið ætla að standa í lappirnar eða hvort annar lið gefi eftir. Það er góð spurning og Staff byrjar á bekknum hjá Skallagrímsmönnum með 4 villur. Hann er búinn að fá klaufaleg, 4 villurnar hans var nú klaufaleg. Við vissum að Atli hafi nú ekki verið ánægður með hana. Nei, hann á að geta gert betur en hérna leita Hamarsmenn inn á Pálma sem finnur Ragnar úti. Mikil barátta í fráköstum sem að endar Hamarsmegin. Já. Já, liðin eru bæði að sækja vel í fráköstin. Hérna kemur Hósei af hindrunni frá Pálma. Leita af Pálma inni.
Hann fyrir bara sterkt upp og skorar, þetta bara vel gert hjá honum, komið með 18 stig. Já, við eigum bara erfiðleikum með að ráða við hann Pálma inn í teig. Og þetta kannski með því að vanti Kristján, það vantar svolítið hæð í liðið. Og mögulega styrkleika inn í teig. Já. Kemur Hossein á fullri ferð að finna Pálma sem að fer upp og svo brjóta á honum. 2 víti. Það gerði Hossein bara vel. Dró varnarmenn að sér og fann síðan Pálma hana undir körfunni. Já, hann búinn að eiga góðan leik í kvöld. Komið 26 stig, 8 stóðsendingar og 5 fráköst. Þeir að spila virkilega vel saman hérna, þetta þríeyki. Pálmi, Hossein og Rut. Þá tekur við vægan hnepu hérna í vítinu en það geigar. Kannski að fara aðeins neðar næst. Harry, komið 90 stig. Nebo sækir boltan, kemur með hann upp fyrir Skallagrímsmenn. Alma setur skrín fyrir hann. Hamarsmenn halda sömu pressunni áfram. Reyna að þvinga Borgnesinga upp. Þarna Nebo með gott middsmaðs. Bara góð sending á Bensa sem nær ekki að setja þetta ofan í. Góð sending frá Nebo þarna. Það voru farnir að Falla svolítið inn á hann. Já. Þetta gerði Steinar bara mjög vel. Dræfaði hann inn og dró Almar í sig og uppsker 2 víti. Það er spurning hvort hann ætlar að taka hnepuðina líka. Nei, ég held að hann bara ekki. Nei. Steinar, setur fyrir að viti í. Hann jafnar leikinn. Kemur Hamarsmönnum yfir. Neita er inn á Nebo. Stela af honum boltanum hérna. Já, eru farnir að balla langt inn í og... Þetta gera þið bara vel. Spila vel saman hana. Hossein og Rut. Atli tekur leiklega fyrir Borgnesinga. Hossein kom með 10 stóðsendingar. Já, hann er að styttast í þrennuna eða hvernig eru frákast? Hann er með 5 fráköst, 10 stóðsendingar og 26 stig. Hann er að spila virkilega vel hérna í kvöld. Það er spurning hvort að Atli ætli að taka áhættuna og setja Staff inn á strax eða hvort hann leyfi honum að sitja lengur. Já, það er spurning. Nebo hérna mjög góður í kvöld fyrir Skallagrímsmenn með 16 stig, 8 stóðsendingar, 3 fráköst. Hann er með góða nýtingu hérna. Óla er búinn að sitja í smá stund á bekknum, það er spurning. Atli er búinn að sitja hann inn á núna. Já, hvort að hann komi með baráttuna aftur sem hann er búinn að vera með og rífi Borgnesinga aðeins upp. Það vantar aðeins upp á stemminguna hjá þeim. Já. 8 mínútur eftir af 4. leikluta. Skallagrímsmenn í sókn. Það gera Hamarsmenn vel í vörninni. Og Hossein finnur Rut sem treður. Fær villu að auki. 11. stóðsendingin hans. Þá situr Atli Steff aftur inn á. Og Marino kemur að auki inn á. Kristoffer og Benso fara út af. Komum með virkilega góða innkomu þessi 2 strákar.
Já, þeir eru búin að standa sig vel. Þetta er náttúrulega erfitt þegar að Hamar er búin að sækja inn í teig allan tíman og við missum út okkar sterkasta leikmann inn í teig. Já, það er spurning hvort hann er að halda sér inn á núna. Hann Staff. Finnar maðurinn á hérna á kantinu sem dræfar inn. Finnur Nebo úti. Nebo nær ekki að setja Donni en Ólafur er mættur í frákasti. Kemur Hósei. Finnur Ragnar í horninu sem dræfar inn. Rut nær sóknarfrákastinu. Þetta gerir Mustafa vel. Hann verður samt að passa sig. Hann má ekki vera að fara í einhverja 50-50 bolta og vonast til að fá ekki villuna dæmd á sig. Já, þetta gerir vel. Spila vel saman og Nebo klárar þetta vel. Það kemur einhver svona meiri yfirvegun inn á völlin þegar Staff er komin aftur inn á. Þeir eru ekki alveg... Já, það fær að opnast aðeins meira fyrir Nebo líka. Finnaði Rut hérna inni. Staff með gott frákastina. Hann keyrir bara sjálfur að körfunni og klárar þetta vel. Rut reynir að fiska hérna ruðninginn á hann. Staðan orðin 79-81 fyrir Hamar. Og Hamar tekur leikli. Matei hefur reynað að stoppa þessi áhlaup sem að Skallagrímur hefur verið að gera og Hamarsmenn hafa verið að svara því bara nokkuð vel. Koma sterkir alltaf eftir leikliðin hans út. Já, þeir hafa verið að gera það. Þeir koma virkað sterkir með mikla baráttu og hann er að ræða um þá að drífa sig aftur, ekki vera á sig skokki, heldur að spretta aftur og stoppa þessi hraðaflug. Ekki vera að bíða bara og horfa á hvað gerist, heldur koma sér strax tilbaka. Algjörlega. Hvetjum alla borgnesinga til að fara niður í Tækniborg og nýta sér 15% afslátt af AEG heimilistækjum í janúar og 15% afslátt af Bose heyrnartólum. Einnig er Samsung sjónvörp líka á 15% afslætti. Já, það eru sértilboði á Samsung sjónvörpum, þannig að spurning hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað góðan díl. Svo er B59 bístrópar með einstaklega góðar steikálökur. Já, það eru góðar. Þá eru Hamarsmenn á leið í sókn, 6,5 mínúta eftir. Finnaði Pálma hérna undir, nær ekki að skora, nær frákastinu og klára þetta. Hann var bara duglegur. Komið 21 stig. Minna hérna saman Nebo og Staff, inn á Ólaf, nær ekki að klára þetta. Þetta eru leiðabir sem þurfa að fara ofan í, sérstaklega á þessum tíma leiks. Já, algjörlega. Það er dýrt. Komið nokkur svona leiðab sem að Skallagrímsmenn þurfa að setja ofan í. Þetta gerir Sigurður vel í vörninni og Rut þarna líka stela boltanum. Hér Hósei upp í 3 stiga skoti en það geigar.
Þarna er Sigurður bara duglegur á Marino og þvingar hann í að tapa boltanum. Boltinn inn á Hálma sem klárar þetta. Staðan 79-85 fyrir Hamar. Enn og aftur tapa Skallagrímsmenn boltanum. Þetta var vel gert á Hamarsmönnum. Það mætti halda að Skallagrímsmenn héldu að leikurinn væri búinn. Það er ennþá 4,5 mínútur eftir og nóg eftir. Hosei heldur áfram að mata Rut, kom með 12 stóðsendingar og 26 stig og Rut þar lendi með 21 stig. Hann er líka með 7 fráköst og 4 stolna bolta. Og á sama tíma eru Skallagrímsmenn búin að tapa boltanum 17 sinnum í leiknum. Já, það gæti verið áhyggjuefni. Það er bara of mikið. Meðan Hamarsmenn eru bara búin að tapa honum 11 sinnum. Við sjáum hvernig þið bregðast við leiklinu frá Atla, hvort það kom ekki eitthvað betra skipulag á sóknarlega og varnarlega. Það er nóg eftir og leikurinn er langt í frá að vera búinn. Já, það eru 4,5 mínútur eftir hérna í fjósinu. Þetta er bara hörkuleikur og gaman að sjá hvernig baráttan í deildinni verður ef að Hamar er spáð 1. sæti og Skallagrímsmenn 5. sæti og það verður skemmtilegt tímabil hjá strákunum. Já, verður áhugavert og gaman að fylgjast með. Marino nær að losa boltan. Neitar á Staff sem dræfar inni og finnur Ólaf. Ólafur er bara að klúðra úr mikilvægum skotum núna þessa myndir. Já, spurning hvort að þessi layup sem hann er búinn að klikka núna sé farin inn í hausinn á honum og komið eitthvað smá hik á hann. Það gæti verið. En hann má ekki láta þetta á sig frá, heldur þarf að halda áfram og setja þetta næsta skot bara honi. Nú er bæði lið að tapa boltanum hérna í Gríð og Erg. Þá sitja Hamarsmenn upp. Hosei róa leikinn niður. Hjalti hanna mjög tæpur. Enn aftur fyrir Pálmi boltan. Í 30 stiga skot. Hann er af. Mikilvægt stopp fyrir Skallagrímsmenn. Þannig setja það 2 menn á Marino. Spurning hvort að Nebo fari ekki að hjálpa. Þannig kemur Ólafur með, setur skrín fyrir hann á miðjunni. Finnur Staff. Leitar á inni, já, þetta er vel klára. Klárar úr erfiðu færi en mikilvæg karfa. Minka munin niður í 6 stig. Tæpar 3 mínútur eftir. Enn og aftur galopna vörnin. Marino fínt hjá, flott vörn hjá honum. Þarna var ekkert dæmt, en það þýðir ekki að við þurfum að hætta, við þurfum að halda áfram. Hann finnur Hosei aftur Rut sem reynir á trónum en brotið á honum. Staff var eftir hanna í vörninni. Ósáttur með að fá ekki villuna hanna. Það verður sem að Skallagrímsmenn séu farnir að sökja sig á dómarunum í staðinn fyrir að einbeita sér að sjálfu sér og
og klára leikinn af krafti. Já, það ekki mikið stemming innan liðsins akkurat núna. Þeir þurfa að ná stemmingunni tilbaka og ná sem stoppum í vörninni. Já, það er mikilvægt að þeir standi saman síðustu 2 mínúturnar. Dæmdi óíþróttamannslega villu og því þurfa allir að vera úti. Þarna er eitthvað dómarákvörðun, hann dæmdi óíþróttamannslega villu og Skallagrímsmenn voru tilbúnir að stíga út, en það var náttúrulega enginn að vera inn í teignum. Hann tekur sem sagt fyrra víti með Skallagrímsmenn stilta upp, en það á ekki að vera svoleiðis, þannig að seinna víti var tekið rétt, enginn inn í teig. Svo fá þeir boltan á hliðarlínunni. Nú er mikilvægt að fá stopp. Spila góða vörn og... Þetta gera þeir bara vel. Lesa þetta og stela á boltanum. Koma henni upp í sóknina. Ólafur setur þetta í. Vel gert hjá honum. Líkan vinnur í 5 stig. Nú er mikilvægt fyrir Skallagrímsmenn að halda boltanum frá bæði Pálma, Úse og Rut. Því það eru aðal skorararnir. Já, það þurfa að minnka sjónarhornið sem að Jose hefur yfir völlinn. Hann er búinn að finna leikmennina vel. Já. Hjalti bara og sveip. Það gerir Nebo vel. Sækja hratt. Ólafur fer aftur í skotið. Nánast á sama stað og klikkar. Hamarsmenn fá innkastið. Staðan 83-88 fyrir Hamarsmennum. Hjalti kominn í háa pressu. Flottir skúringamenn mættir inn á. Allir með grímur hér. Skallagrímsmenn færa sig ofar völlin og það er bara mann pressa fulla völl. Já, það er reyna að þvinga einhvern annan til að taka boltan en Jose. Já, mér sýnist Hjalti búinn að líma sig á hann og hann á bara ekki að snerta boltan. Jú, hann gerir það. Hjalti hættir hann í smá stund en Jose klikkar af skotinu og Skallagrímur er ekki búinn að finna Mustafa inn í teig fyrir að nýta sína styrkleika. Þetta gerir hann vel. Skorar end one. Það er víti að auki. Munur 3 stig og 1,5 mínútu eftir. Það er Pálmi sína 3. villu. Það er af og nær frákastinu sjálfur. Nebo fær boltan. Skallagrímur setur hérna upp. Hjalti dræfar inn. Það er 3 sekúndur eftir á skotklukkanum. Það er spurning hvort að... Setjar upp. Nebo fær hann. Gegar úr skotinu og brýtur þarna. Klaufaleg vill að það komi bónus. Þannig að Jose er að fara á vítalínuna og fá 2 vítaskott. Já, það var klaufalegt hjá Nebo og mættur hana í háa pressu og brýtur. Gefið þeim 2 víti. Þriggja stiga munur hérna þegar það er 1 mínúta og 8 sekúndur eftir. Klúrar upp fyrir. Hann er nú samt góðu vítaskipta þrátt fyrir það. Spurning hvað hann gerir við seinna vítið. Það er í.
Þetta gerir Rut bara vel. Stelur boltanum og treður honum hinum megin. Kemur þessu upp í 6 stig. Þá tekur Atli leikhlé þegar það 54 sekúndur eftir að leiknum. Já, þetta búið að vera áhugavert. Spurning hvort að Atli setji alla sína 3 stiga skyttur inn á eða hvort hann haldi saman line-upið. Já, þetta 6 stiga munur, mínúta eftir. Þeir þurfa að ná í stopp og komast hratt í sóknina. Það er nógu tíma eftir, þetta hægt. Já, spurning hvað Hamar gerir, hvort þeir setja upp í svæði eða breyta eitthvað til. Já. Ég held fyrst og fremst að Skallagrímsmenn þurfa að trúa á að þeir geti unnið hann að leika. Það er nógu eftir til þess að ná sigri. Já, þeir eru búin að sýna það hérna í dag að þeir eru með fullt af leikmönnum sem geta spilað og liðsheildin er mjög góð hjá þeim og spila vel saman hérna. Já, þeir eru búin að sýna. Á meðan Hamarslið er svolítið að treysta á 3 leikmenn. Já, það eru 3 menn hjá Hamar komið með yfir 20 stig. Á meðan stigaskorið dreifist betur hjá Skallagrímsmönnum. Það er mikilvægt að fá stig út úr þessu leikhliði. Síðasta leikhliðið hans Atla. Hamar er ennþá 1 leiklið eftir. Davíð kominn inn á. Það er best að 3 stiga skíta. Það er sjálfsagt að búið til skot fyrir hann. Já. Fengu hann að flerskrín fyrir Davíð. Hjalti fyrir endalína. Hamarsmenn ná á boltanum. Brýtur Hjalti á honum hann á miðjunni. Það gera 2 víti. Hjalti óheppinn hérna í endan. Klúrar úr legapinu og hérna brýtur svo strax á honum. Já, þetta er kannski ekki alveg frekar að treysta á að fá stopp og fljóta á hverfu. En það er spurning hvað Ragnar gerir, hvort hann setja bæði vítin eða... Já, Ragnar er með 3 stig og 3 villur. Hann er með 8 stig. Það var fyrra, það var mikilvægt að ná frákastinu og fá hraðasókn. Hann klúðrar úr báðum vítunum. Mustafa nær frákastinu. Keyra hérna upp. Fyrir 3 stiga skoti. Boltinn festist á hringnum sem gefur uppkast. Við Skallagrímsmenn eiga hann. Það sem að geta að boltinn festist svona, þá er dæmt uppkast. Þá finna er Davíð sem fer í skoti. Stuttur og Hamarsmenn ná frákastinu og 30 sekúndur eftir. Það getur líka innbyrðis baráttan skipt málið, þannig að mikilvægt fyrir Skallagrímsmenn að missa ekki. Já, að ná stoppunum samt sem áður. Já, að ná stoppinu þó og leikurinn sé svo gott sem búinn að ná stoppinu upp á útileikinn sem við eiga gegn Hamarsmönnum seinna í vetur. Þá fer hann í langt skot og henn á frákastinu. Bolti snertir ekki hringinn, hann er skotklukkan búinn og 5 sekúndur eftir að leiknum. Spurning þegar þurfa að reyna að ná skoti á körfuna. Og helst Kemur Marino, finnur Hjalta sem skorar. Minka munin. Allt í æsing hérna þegar Marino brýtur og Jose. Ósattur með þessa villu. Það er spurning hvort þið dæma villuna eða hvort leikurinn sé hreinlega búinn. Þeir dæma óþurftamannslega villu. Ég sá þetta ekki alveg nógu vel. Allir mjög ósáttir með þetta en þeir virðast hafa lent í einhverjum átökum hérna niður í horninu. Það er búið að vera hiti í leiknum og er ennþá. Marino að fá sína aðra óþreytamannslega villu sem gefur
út úr húsi og mögulega leikbann. Það er út Það er af fyrir sig áhyggjuefni. áhyggjuefni að missa Marino út af. En það er ennþá 2 sekúndubrot eftir af leiknum. Já, Jose er hérna á vítalínu og setur fyrra vítið í. Enda leikið með 29 stig. Hamasmenn eiga boltan. Það bara út. Taka hérna innkastið og leikurinn rennur út. Allir er ekki ánægðir með þetta. Nei, lokatölur eru 87-93 en aftur á móti þó við höfum ekki náð sigri í þessu leik þá eru bjartir tíma framundan og fullt af góðum punktum sem ættir að taka úr leiknum. Algjörlega, liðið spilaði hérna frábærlega bara fram eftir leik og hérna kannski lendir í smá bobba með því að hann fái 4 villur snemma, hans staff. Já, og á sama tíma þá vantar Kristján inn í tegin líka sem er að spila þar. Algjörlega. En við segjum þetta gott í bili, við viljum þakka fyrir okkur, þökkum kærlega fyrir Tækniborg EHF og B59 Hótel fyrir stuðninginn og segjum þetta gott. Takk fyrir okkur.